Til að fara hér inn á vinnusvæði álverksmiðjunnar Norðuráls við Grundartanga þarf maður að vera í þessari múnderingu. Maður lappar ekkert inn bara hér beint á götunni. Það eru 15 ár síðan þessi verksmiðja var stofnuð en hún tók til starfa í júní 1998. Ragnar Guðmundsson er forstjóri og hann segir þróunina hafa verið talsverða síðan. Þegar við byrjuðum hérna þá vorum við með 60.000 tonna framleiðslu og ég man að mér fannst alveg nóg þá sko, 60.000 tonn, þetta var alveg svakalega stórt alltaf mikið og byggingarnar stórar og annað eftir því en við erum að framleiða núna tæp 300.000 tonn þannig að þetta hefur fimmfaldast á þessum 15 árum og vera bara mikið ævintýri að fylgjast með þessu byggjast upp og taka þátt í að byggja upp þennan stóra vinnustað. Hefur þetta nánast gengið áfallalaust hjá okkur í þessi 15 ár? Já, það hefur gengið svona stóra áfallalaust. Við hefum haldið straum alltaf, það komið straumlýsistímar en það hefur ekki, framleiðslan hefur aldrei stoppað hjá okkur. En markaður, hvernig hefur hann haldist í þennan tíma? Þetta eru sveiflukenndur markaður, álmarkaður. Já, við hefum selt okkar ál svona samkvæmt langtíma samningum þannig að við hefum alltaf losnað við allt ál sem við framleiðum og það er svolítið einkenni þennan business að verðið er sveiflað svolítið upp og niður og við þurfum auðvitað bara að búa okkur undir það að geta staðið á okkur þegar verðið fer niður og njóta þess þá jafnframt þegar verðið fer upp. En starfsmannafjöldin, hefur hann svipaður og var uppafið eða fjölgað mikið? Við vorum held ég með 160 stöðugildi þegar við byrjuðum og í dag erum 600 mann sem er að vinna hérna fyrir utan auðvitað alla verktaka og svona afleidd störf. Það sé ekki svona byrjulega 1500 til 2000 mann sem hafa starf af þessari starfsemi sem er hér með beinum eða óbeinum hætti. Hvernig það? Þið eru að kaupa að frá verktökum ýmsum iðnaðarfyrirtækjum og því líku. Hvert sækið þessa þjónustu? Eru þið með langtíma samninga eða eru að bjóða þetta út reglulega? Hvernig þetta? Það er auðvitað mismunandi eftir aðstæðum en við höfum fyrst og fremst reynt að versla við verktaka hérna á Vesturlandi eftir sem við höfum mögulega getað, eftir sem sú þjónusta hefur verið fyrir hendi en hafa getað boðið upp á bæði þá þekkingu og aðstöðu sem er nauðsynleg. En við erum auðvitað að versla við fjölda verktaka bæði hér og á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel í útlöndum líka eftir atvikum. En starfsmenn, koma þeir bæði á Vesturlandi og höfuðborgarsvæðinu? Þeir eru svona tæp 80% af Vesturlandi eins og staðan er í dag og þá restina af höfuðborgarsvæðinu. Stærstu hlutin kemur auðvitað af Akranesi en síðan er töluvert af fólki úr Borgarnesi og svona dreifbýlinu hérna í kring. En jarðgöngin hér undir Hvalfjörð, þau eru nánast jafn gömul verksmiðjunni. Breyta þau ekki gífurlega miklu fyrir ykkur? Já, þau auðvitað breyta gríðarlega fyrir þá sem að búa sunnan fjarðar og eins bara í sambandi við ýmsa aðdrætti til verksmiðjunnar að það er mikið styrkt að sækja varafluti og rekstrarvörur. Ég man þegar ég byrjaði þá keyrði ég fyrir fjörð og þetta voru 100 km akkúrat hvora leið en þegar að göngin komu þá fóru þeir í 40 þannig að þetta munar alveg gríðarlega miklu fyrir þá sem búa hinum megin sko. En hvernig er það Ragnar að nú er álið þeim kostur búið að það er auðvelt að endurvinna það en annað hér leggið þið mikla áherslu á umhverfismálin yfir leið? Já, við höfum fylgjast með starfseminni hér mjög náið. Við erum með umhverfisvöktun í samstarfi við Elkem þar sem við fylgjumst með mengun frá verksmiðjunum sameiginlega. Þetta er auðvitað gert undir eftirliti umhverfisstofnunar og sem að raun og veru skipuleggur þetta ferli, gefur út starfsleyfi og fylgjast með því að þetta sé allt saman gert rétt og eðlilegan hátt. Og það samstarfi við Elkem hefur gengið mjög vel og niðurstöðurnar hafa sýnt að starfsemin er að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru. Þannig að það eru hlutlausýrlingar sem eru að meta þetta allt saman? Já, það gerir það. En nú eru komin ný fyrirtæki hérna á svæði. Það er eins og iðnaðarþorp þegar maður kemur hérna á Grundartanga í dag. Hvernig eru mörg þeir í samstarfi við ykkur? Já, þetta er auðvitað breyst gríðarlega mikið á þessu 15 árum síðan að ég byrjaði, 16 ára reyndar. Ég byrjaði þegar það var bara hola hérna og það er auðvitað gaman að fylgjast með þessu, hvernig þau byggst upp bæði hjá okkur og ýmis önnur fyrirtæki sem hafa bæst við og við sjáum að Lífland hefur komið hérna inn sem svona að nýta hafnaraðstöðuna en flest önnur fyrirtæki sem eru hérna eru yfirleitt á einhvern hátt tengd annarkvort okkur eða jafnlöndinu eða báðum. Og einhver þeirra í hreinni endurvinnslu fyrir ykkur eða frá ykkur? Já, það er nýtt fyrirtæki sem er að endurvinna til dæmis stálteina sem að falla til í framleiðslunni hjá okkur. Þegar við endurfórum kera þá eru stálteinar sem ganga af í framleiðslunni og þeir bræða þá upp og endurvinna
Það þetta mjög gott, skemmtilegt dæmi það hvernig hægt að vinna innanlands svona meira í kringum áliðnaðinn og þeir eru að vinna líka fyrir önnur álver hér. Nú, það kom fram hjá ráðan að það stór hluta starfsmönnum hérna á Vesturlandi. Svo hafið þið verið að styðja líka við svona íþróttina til dæmis. Er þetta meðvituð stefna fyrirtækisins að styrkja innviði samfélags á annan þátt? Já, við mörkum þá stefnu í upphafi að svona beina okkar kannski styrkja starfið og svo má segja í okkar heimahéruð og þá höfum við verið að styrkja starfsemi á Akranesi hérna í nágrenni okkar og svo í Borgarnesi og þetta er svona stigvaxið kannski með stekkandi fyrirtæki, við byrjuðum smátt en hérna nú eftir hrun þá svona breyttust aðstæður mjög mikið hjá mörgum og við greipum þá til dæmis tækifærið og gerðum styrktaraðili IA sem er mjög skemmtilegt verkefni. IA er gríðarlega öflugt hérna félag og á glæsilega sögu og svona það er mjög stórt fótboltahjarta á Akranesi. En hvernig er það hér á staðnum? Þið búið vel að starfsmönnum en koma bara í sínum venjulegu fötum og þurfu ekki að hafa neinn vinnuföt eða neitt með sér hér? Nei, við erum með sérstakann hlíðarfatnað sem svona hæfir starfinu á hverjum stað og fólk skiptir einfaldlega bara föt áður að gengur til vinnu flestir og svo hefur það aðstöðu sem fara í stjórnu þegar vinnu er lokið og skipta aftur í sín eigin föt áður en að fer heim. Nú er Elkem hér alveg næst í nágrenni. Fer þetta ágætlega saman? Já, þetta er á sömu leyti svipaðar þarfir varðandi viðhaldsþjónustu og annað slíkt. Við erum í ágætu samstarfi við þá til dæmis flutningastarfsemi þar sem að stór tæki eins og gámaflutningatæki við eigum þau sameiginlega í gegnum lítið félag sem við eigum og rekum sameiginlega. En Faxaflóahafnir eiga landið hér. Hvernig er samstarfinu háttað við Faxaflóahafnir í okkur? Það hefur verið mjög gott samstarf við Faxaflóahafnir, fyrst reyndar var það Grundartangahöfn sem síðan gekk í samstarf við fleiri hafnir og það samstarf hefur bara gengið mjög vel. Þeir hafa verið að kaupa land hérna og byggja upp og bjóða fólki upp á aðstöðu. Þetta hefur vantað ýmislegt í innviðum sem menn hafa verið að bæta við. Þeir hafa reyndar sýnt líka mjög mikla ábyrgð í umhverfismálum, hafa haft svona áhyggjur af þeim eða að skoða þau með vandlega og samkvæmt nýlegri skýrslu sem þeir létu gera þá er álit þeirra ráðgjafa sem þeir fengu til að skoða málið það sé mjög vel staðið að málum hér. Það eru allar mælingar gerðar sem þarf að gera og niðurstöður mælingana eru þannig að það er ekki veldur umhverfinu ekki skaða. Það kom einmitt fram í viðtali hjá okkur Gísla Gíslason hafnarstjóra hér í þessu þætti að það væri verið að vinna frekar í vatnsöflun. Hefur vatnið verið svolítið vandamál hérna á svæðinu? Já, við höfum sótt kælivatn upp í Svínadal og sömuleiðis höfum við sótt kælivatn bara út í sjó og notað sjókælingu meira heldur en áður en til þess að önnur starfsemi geti þrifist hérna og önnur fyrirtæki komið inn þá þarf við að sjá fyrir vatni og skorpi eða losa skorpið og hérna rafmagn og svo framvegis sem fólk þarf að hafa aðstöðu. Í þessu stóra húsi hér á bakvið er skipasmíðastöð Þorgeirs og Ellefs á Akranesi. Þar voru smíðuð mörg stálskip áður fyrr en tíma lagðist sú skipasmíði alveg af. En nú er hún hafin aftur og kemur kannski ekki til af góðu. Í lok júlí var mikill og erfiður eldsvoði hér í skipasmíðastöð Þ á Akranesi. Þar innandyra var netabáturinn Magnús SH, 200 tonna bátur, sem var í breytingum og skemmdir urðu miklar á skipinu. Þorgeir Jósefsson er þjónustu og framleiðslustjóri hjá Þ á Skaganum. Þorgeir, hvernig var skipið ástand var á skipinu eftir eldsvoðann? Það var náttúrulega bara hræðilegt. Afturskipið var gjörónýtt, allar íbúðaverur frá Káetu alveg upp í brú og allt saman brunnið sem brunnið gat og hitinn hafði skemmt fram á millidekkið og sótið. En breytingi sjálf, þessi nýja viðbótin á afturendan á honum, hún slapp algjörlega, vélarrúmið slapp algjörlega, lestin slapp algjörlega og framskipið, þegar hvalbakkurinn og lúkarinn frammi, það slapp nema urðu náttúrulega sótskemmdir. Þannig að stálið í skipinu hefur haldið sér þrátt fyrir alla þennan hita? Já, það var þurft að skipta með cirka 30-35 fermetra af stáli í skipinu,
bæði, það er nú aðalega á dekkjunum, millidekkinu og efstadekkinu og smáiðis í síðunum. En að öðru leyti hélt það sér alveg. Og þá var ákveðið að fara út í meiri breytingar á skipinu eða ekki? Þegar það var búið að taka ákvörðun það endurbyggja skipið þá ákveðu eigendurnir að gera frekari breytingar og það er kannski helst að þeir ákveðu að breikka brúnna og stækka hana aðeins og færa skorstishútið út í bakborðsíðuna, færa veltitankin aftur að brúnni sem var fram á Hvalbæk og bæta við krana og skipta mastur fram á. Þetta er svona stærstu breytingarnar. En áður en þetta var þessi brunni, var þá að búið að lengja skipið talsveit? Það var búið að setja þetta afturstykki á hann, nýjan skutt sem að breikkaði skipið en lengdi það ekki nefnum svona 1,4 metra. En það átti ekki að lengja meira núna. En þið voru byrjaði bara stuttu eftir brunna? Já, það var eftir að var tekin ákvörðun það að endurbyggja skipið, þá var svo sem ekki eftir neina að bíða því að þeir þurfa að fá skipið í síðasta lagi mánaðamóti febrúar-mars til þess að klára blessaðan kvóta sinn núna og við bara stefnum ótrúðir að því að klára skipið á réttum tíma. Þannig að því verður siglt til Hellissands eða Rifs í mars? Byrjun mars, vænti ég. Hvað er margir að vinna við þetta hérna, Þorgeir, veistu það? Við skipið sjálft. Það hafi verið svona 12-14 manns frá Þorgeir og Ellert og síðan eru svona búin að vera 2 og 3 rafvirkjar í kringum þetta það sem hafa verið en þeim á náttúrulega eftir að fjölga töluvert þegar það er búið að setja brúnna á. Og síðan eru held ég 6 trésmiði núna sem búin að vera þetta 2 til 4 og síðan fjölgaðum þegar var hægt að komast í að innrita brúnna aftur. En nú var þetta mikill hiti og eldur sem fylgdi þessu. Voruð engar skemmdir á skipasmíðahúsinu sjálfu? Það eru sótskemmdir og smá hitaskemmdir upp í þakinu hérna fyrir ofan bátinn. Það þarf að skipta þar einangrun og endurnýja ljós og fleira þar. En að öðru leyti slapp það sem bara þó að muna það litlu á tíðanbili. Slapp ótrúlega vel? Alveg ótrúlega vel. Þakka slökkviliðinu bara fyrir feikilega góða framgöngu í þessu máli. Regína, nú er nýbúið að afgreiða fjárhagsáætlun Akranesbæjar fyrir 2014. Er ekki útkoman betri heldur en fólk bjóst við? Jú, hún er betri heldur en að við bjuggumst við og við vorum samt sem áður búin að taka útsvari niður vegna þess að það hefur verið lægra heldur en ráð var fyrir gert 90 milljónir króna. En þetta virðist ætla að lenda bara ágætlega hjá okkur og við erum alltaf verið að taka til í rekstrinum og farið í ýmsar hagræðingar en án þess þó að bitna á þjónustunni, það skiptir náttúrulega máli. Á ekki að hækka nánast neginn gjöld eða það? Nei, hirðugjöldin verða hækkuð, það stafar af samningum sem við erum með en leikskólagjöld, gjöld í heimaþjónustu, íþróttahúsið og svo framvegis þau ekki að hækka. En svo var bærinn búinn að fá, eða bæjarstjórn búinn að fá heimild til að taka 100 milljóna króna lán. Já. Og það þarf ekki að nýta það eða? Nei, við tókum framkvæmdina við Akrartorgið, eins og þið sjáið tókum þær í 2 áföngum, þannig að við verðum sem sagt hluti er greiddur á þessu ári og svo verður farið í áframhaldandi vinnu þegar fyrir að þýða með vorinu. Við ákváðum bara að taka þessu rólega og gera þetta þannig að þyrftum ekki að taka lán. En nú ert þú eins og aðrir bæjar- og sveitarstjórar ráðin bara fram að næstu kosningum. Heldur að takist að koma öll í verk sem þú ætlaðir að gera á þessum tíma? Sko, ef að mér tekst ekki að koma því í verk fyrir vorið, þá vonast ég bara til að menn taki boltan áfram og haldi þessum verkefnum gangandi. Semsmíðulóðin, það liggur fyrir að skipuleggja hana og halda fundum hvað á að gera þig? Já, 18. janúar þá verður fundur, opinn íbúafundur. Við höfum fengið arkitektastofuna Canon til þess að undirbúa fundi með okkur og þau munu leggja svona upp ákveðnar hugmyndir á fundinum. Þannig að fólk getur rætt þær og komið með sína skoðanir því að þetta er auðvitað eign allra skagamanna. Eru þið farin að fá einhverja hugmyndir inn að borða hjá okkur? Við vorum nú með glæsilegan atvinnufund í síðustu helgi og þá kom Semesverksmiðjan svona inn í umræðuna hjá fólki og þá sem sagt, sumum finnst það að rífa þetta og sem mest að húsunum og aðrir sjá einhverja aðra nýtingu þannig að það er svona eins og gengur og gerist.
í kuldunum núna daginn, þá var nú svolítið stundum skortur og heitu vatni hér á Skaga. Hún farin að láta á sjá gamla asbestlögnin sem liggur hér. Já. Orkuveitan að lofar að búta á betri núna eða? Sko, hún náttúrulega búin að setja af stað svona undirbúningsvinnu varðandi miðlunartank, þannig að það verður 6.000 rúmmetra rými þar til viðbótar við þessi 2.000 rúmmetra sem við höfum. En við auðvitað viljum meira og bæjarstjórn bókaði í gær svona hvatningu til Orkuveitunar að hefja strax endurbætur á lögninni, Deildartunguæðinni, en líka að leita að orku hér í kring, að byrja með tilraunaboranir. Okkur var sagt hér upp í Leirársveit þegar við vorum að taka viðtöl þar væri vísbendingar heitu vatn. Já, ég hef heyrt það líka, en það þarf auðvitað að rannsaka það og skoða hversu nýtilegt það gæti verið fyrir okkur. Það verður auðvitað mjög mikill munur ef að við fengjum vatn hérna á næsta nágrenni. Hér að Háafelli í Hvítársíðu er Geitfjársetur Íslands og hér hefur Jóhanna Bergmann Þorvaldsdóttir unnið að björgunarstörfum fyrir íslenska geitfjárstofninn. Jóhanna, ertu með stóran hluta af íslenskum geitum hér á þessu búi? Það er svona cirka 25% af stofninu sem er hérna. Og var stærra hlutfall þegar þú byrjaðir? Já, það var töluvert stærra fyrst. Og ekki því ég byrjaði náttúrulega mjög smátt. En ég hef komist upp í hátt í helming. Hvað er þetta þá marga geitur sem þú ert með núna? 190 vetrarfóðrar. Og þú mjólkar geiturnar og nýtir á allan mögulegan hátt eða ekki? Ég reynir bara að nýta allt sem hægt er að nýta. Maður bara rær og reynir að nota allt. Horn, skinn, mjólk, kjöt. Og hvaða afurðir vinnur þessu úr þessu til sölu? Sko, mjólkin er unnin fyrir mig á Erpsstöðum, þar við gerum rostar. Kjötið sel ég bara ferskt, það er slátrað á Hvammstanga og þar er það vakúmpaknað, þannig að ég get selt það sjálf beint frá bíli. Og eins er gera sem er pilsur úr geitakjöti, sem eru alveg án aukaefna og það er gert hjá Kjötpól og þannig þá sel ég það svo sjálf. Og svo vinn ég úr skinnunum, sel skinnin heil, vinn innlegg í skó, sem er mjög hlý og notaleg. Og svo ger ég krem og sápur úr mjólkinni og tólkinni. Því geitatólkin er gamalt húsa á eksem og psoriasis og kremin sem ég geri úr því hafa reynst alveg ótrúlega vel á sár, eksem og þurrk og ýmislegt. Og þessi krem, þau eru ekki lyktarlaus, þú notar ýmislegt til að fá góðan ilm. Grunnkremin eru lyktarlaus, þau eru bara með arfa og morgunfrú og engum ilmkjarna, þannig að þau geta farið í sár og eksem og hvar sem er. En svo ger ég mér andlitskrem úr þessu sem er það með rósum og lavendur og þrenningafjól úr garðinum. Og ég gerir nuddolíu sem er það með verkjastillandi og bólgueyðandi jurtum eins og rósmarín og vallhuml og mjaðjurt og fleirum. Og það er bara yfirleitt allt jurtir sem ég þurrka og tíni hérna úti. Þannig að þú ræktar sjálf líka í þetta? Meiripartin, já, þetta er beint frá bíli. Þannig að mjólkin, geitamjólkin, hún hentar mjög vel öllum þeim börnum til dæmis sem eru með mjólkurótop. Mjög vel og ömmustelpan mín var ekki nema 4 vikna þegar hún fór alfarið yfir á geitamjólk og mjög hraust dama í dag. Þannig að þetta byggir mjög vel upp ónæmiskerfi og hefur bara eins og það er efni í mjólkinni sem heitir laktóferin sem er bakteríuhæmjandi efnið í mjólk og það er 3-falt meira í geitamjólkinni heldur en kúamjólkinni. Og þetta efni hefur mjög góð áhrif á til dæmis magabólgufólk, magasjúklinga og ýmislegt fleira. En þið vantar eitthvað upp á hér, það er eitthvað sem ekki uppfyllir alla kröfur hjá regluverkinu þannig að þú getur selt mjólkina beint? Það er flóknar en að segja það sko því að við höfum þetta sérstaka kerfi okkar hérna, það má ekki einu sinni fara til bónda og kaupa ferska ógerilsneyta mjólk beint frá bíli þó að fólk vilji það. Og í rauninni er þetta eina landi sem ég veit sem að það eru vankantar að gera það með geitamjólk því að í flestum löndum sem ég þekki til þar getur þú farið alveg án athugasemda til geitabóndans. Af því sennilega að mjólkin hefur meira bakteríuhæmjandi efnum, ég hef ekki kynnt mér af hverju það er. En svo náttúrulega er erfitt að koma upp mjólkur aðstöðu til að vinna osta. Það er mjög dýrt og það er gerðar alveg ótrúlega kröfur á smáframleiðendur. Það er ekki gerður neitt munur á smáframleiðenda og stórframleiðenda þegar mjólk er annars vegar. Það má ekki einu sinni flytja hana frosna á milli staða til að vinna hana annars staðar nema með einhverjum leyfum.
Þannig að þetta gert fólki mjög erfitt fyrir að byrja á einhverju svona vinnslu. En ullin, hún hefur ýmsa kosti líka þegar ekki? Við eigum ekki að segja að geiturnar hafa ekki ull, þær hafa þel og strý eða fína kasmírull og íslenska geitin hefur í rauninni mjög fína ull því að til að vera kasmír þarf holrúmið í hárunum að vera 18 mikrón en í geitunni hérna það meðaltali 15-16 mikrón. En það vantar svolítið upp á lengdina því þetta hefur aldrei verið ræktað til þess að teljist alveg úrvals. En þetta alveg synd að þetta gengur bara út af þeim á vorin kasmírið og fæðstir hirða þetta. Því það náttúrulega hellingsvinna að kempa 180 geitum. Þetta svona klukkutíma á geit. Þannig ég fengi bara fólk til að hjálpa mér við þetta vorin því að nú tími ég ekki lengur að láta bara tínast. Og það hefur verið sendt til Noregs ull til spuna og þetta náttúrulega alveg snilldar afurð. En hver fallþungin á geit hjá þér til skýlingunum sem þú sendir í sláturhús á haustin? Það rosalega misjafnt eftir aldri því þeir eru að fara frá 3 mánaða og upp í 5-6 mánaða og þá náttúrulega munar mjög miklu. Og þetta algjörlega fitulaust kjöt þannig að þetta eiginlega ekki hægt að bera þetta saman við lambskrokkana eins og fólki hættir mjög mikið til að gera. 3 mánaða kýlingur svona 5-7 kíló. En 5-6 mánaða kýlingur getur farið góður fyrir bí 11 kíló. Ég sé ekki álíka montin af 11 kíló að falli eins og aðrir af 20 kíló að lambi. Ég hugsa það. Hvernig gengur svo að hemja geiturnar hér í girðinga? Það gengur mun betur heldur en fólk heldur. Ef það girðing sem 1,20 og vel stauruð, það fyrst og fremst að hún sé vel uppsett. Og það sé ekki hægt að skríða undir hana því þær eru bara eins og slæmar túnrollur. Þær skríða alls staðar undir og fara öll göt sem þær finna. En þær eru ekkert að stökkva yfir girðingar, ekki nema að séu hálf fallnar. Og þær og munurinn á þeim og rollan með kannski rollan fer bara með lömbin sín, en geiturnar fara 20-30 saman, því þær eru hjarðdýr. Þannig að þær eru svolítið kræfar og það kannski getur fjærstaða sem að sauðfjárbændur ráðu fyrir að þeir voru svona höfðu aðeins hotni í síðu geitana. Og gera það enn. Það eru sauðfjárbændur halda alltaf að geitur geti skemmt allt og eyðilagt allt og étið allt. En þær hafa nú ekki skemmt neitt hér í sveitin ennþá. En þær fara náttúrulega á milli þar sem lélega girðingar og fara mikið í göngutúra og skreppa kannski aðeins inn á tún eða finna gat og fá sér nokkuð strá og fara svo heim aftur. Og þær eru svo ólíkar kindunum með það að þær eru alltaf á ferðinni. Og mjólkugeitur í Noregi það mældist einhvern tímann að þær röltu 24 kílómetra á dag á milli mála til að leita sér einhverju góðu. Þetta eru nastlarar, þetta skyldast dádýrum, þetta ekkert skylt kindinni. Þannig að geit unir sér ekki á randbeit allan daginn, þær þurfa að finna eitthvað nýtt og geta mikið frekar þá labbað á milli og getið öxin ofan af og eitthvað svoleiðis. En hún slær nú allan út í því að fá að þessa rósónur sem út að rækta í kremið? Við byrjuðum á að girða garðinn vel, því að þær voru mjög sólnar í rósir, þær geta nefnilega getið þyrnirunna alveg á þess að blikna. Þær hafa svo harða gómplötu og þess vegna þessi dýr ennþá að bjarga mannslífum á hverjum degi í Afríku, því í þurrkum geta þær lifað á þurrum þyrnikvistum. Meðan að önnur dýr deyja úr þurrki. Og svo selur á mörkuðum eða hvað það afurðir sem þú mátt framleiða? Já, ég sel náttúrulega fyrst og fremst beint frá býli, því það hitt hugarefnið, það beint frá býlisalan. Þannig ég vil helst ekki sýta vörurnar mínu í verslanir, bara til þess að losna við millilega kostnað. Og svo fer ég á markaði, svo kemur náttúrulega mikið að ferðafólki hérna á sumrin. Þannig að túristinn einn af stærstu innkomunum hérna. En hvernig það? Þetta að taka geit í fóstur hjá þér ennþá eins og var hérna fyrst? Já, það því þetta náttúrulega búið að vera svolítið erfiður róður að halda þessu gangandi og það af því að geitin náttúrulega eina dýrategundin okkar sem er útrýmingahættu að þá náttúrulega á þetta að vera eign landsmanna en ekki einstaka bændra í rauninni og þannig ég hef boðið fólki upp á það, hjálpa til með að taka geitur í fóstur.